Ok, þessu dæmi á að finna allar lausnir í jöfnu z í fjórða pluss 8 er jafnt á 8 sinnum rótin og 3 sinnum y. Svo ætlum við að gefa lausnir á formúlinu a pluss ib og teikna þær upp í tvinntöluplanið, eða svona arrogant diagram eins og við kallum. Við byrjum á að skrifa jöfnin okkar og við viljum skrifa þetta á formi sem við þekkjum. Við kunnum að taka þegar við erum með einhver tvinntala í veldi er jafnt á önnur tvinntala. Við skrifa þetta minus 8 pluss 8 sinnum rótin og 3 sinnum y. Ég skrifi eftir raunhlutan fyrst, bara til að ruglast ekki á hvað er raun og þverhluti. Nú, það fyrsta sem við þurfum að gera til að leysa þessa jöfnu, við þurfum að fara að finna rætur þessari tölu, það er að við þurfum að skrifa hægri hliðin okkar á pólformi. Við skulum byrja að finna lengdina, ég ætla að kalla þetta eitthvað, ég ætla að kalla þetta tvinntöluna tvöfaldvað. Þannig að lengdina tvöfaldvað fer rótin af minus 8 í öðru pluss 8 sinnum rótin af 3 í öðru og æfum okkur aðeins í algebrunni að segja með rótin af 8 í öðru og svo þegar með margfelda tveimur tölum í öðruveldi þá er það 8 í öðru sinnum rótin af 3 í öðru. Ég segja með 3 sinnum 8 í öðru pluss 1 sinnum 8 í öðru, það er einmitt bara 4 sinnum 8 í öðru. Og þá má ég taka rótin af hvorum fyrir sig, það er með 2 sinnum 8. Lengdin er sem sagt 16. Ok, þá er það pólformið, þá er það hinn hlutin af pólforminu, það er höfuðstefnuhornið og hér er ég með pósitífan þverhluta, það er plús hérna á tölunni fyrir framan y og þá segi ég höfuðstefnuhornið mitt er arc cos af raunhlutanum deilt með lengdinni. Mínus hálfur. Hér fæ ég 2π þriðju. Nú, það er alltaf gott að teikna upp tvinntöluna til að sjá fyrir sér höfuðstefnuhornið. Ef maður er að nota arctan eða einhver aðra reglu, hvaða hornafellreglu sem maður nú notar, þá getur maður séð fyrir sér. Segjum að 8 sé hér í mínus, þá er 8 hér. Þú séð fyrir sér hvort maður séð með rétt horn. Og svo ef ég seti hérna minus 8 og svo minus 8 sem rótin og 3 segjum að það sé cirka hér. Þá er þetta hér höfuðstefnuhornið mitt. Og getur nú verið að það sé 2π þriðju. Já, 2π þriðju er meira en 2π, þannig að ég líti út fyrir að ég sé rétt fjórðungi hérna. Ok, þannig að alltaf teikna upp töluna sem maður reyna að finna höfuðstefnuhornið fyrir til að reyna að sjá fyrir sér hvort maður sé með rétt horn. Nú er jöfnan okkar orðið. Zeta í fjórða er 16. Sjá. Nú er eitthvað aðeins að stríða mér. Ég ætla að sjá hvort ég geti lagað þetta. Nú ætti þetta að vera komið. Zeta í fjórða er jafnt og 16. Sem e í 2π þriðju y. Sjáðu, hér er mikilvægt að muna eftir e-inu, vegna þess að ef þú skrifa bara e í 2π þriðju, þá er þetta bara með einhverja tölu. Set í fjórðar eftir einhver rauntala. Allavega, þetta á að vera tvintala hérna, við veitum að þetta er tvintala hér. Allavega, nú ætlum við að finna fyrstu rótina, fyrstu lausnina á þessari jöfnu hérna. Svo ég setja 0. Það er þá 16 sinnum e í 2π þriðju sinnum y í veldinu 1 fjórði. Nú er mér margfeld af 16 og e einhverju veldi, ég má taka 1 fjórða veldi á hvorum fyrir sig. Þannig að 16 í veldinu 1 fjórði, sinnum e í 2π þriðju í veldinu fjórðu, að þetta er í veldinu í einhverju veldi, þá má ég margfeld af veldin saman og þá verður þetta sér svona. Þannig að allt í allt verður þetta 2 sinnum e í π deilt með 6 y. Hérna á að vera 6. Og nú var sagt að við ættum að gefa lausnarforminu a pluss ib, þannig að við gerum það, notum reglu Euler og segjum þetta er jafnt á 2 sinnum cosinus af π deilt með 6 pluss y sinnum sinus af π deilt með 6. Og þetta verður þá, þegar ég reikna út úr, 2 sinnum cosinus af π deilt með 6 verður akkurat rótin á 3 og 2 sinnum sinus af π deilt með 6 verður bara einfallega 1. Þannig að þetta hér er fyrsta lausnin. Hérna maður alltaf að prófa sig af, þá getur maður tjekkað. Er rótin af 3 pluss y í fjórða veldi, er það minus 8
pluss 8 sinnum rótin af 3 sinnum y. Þá þarf maður að margfalda upp á sviganum og svo framvegis og gáir og sér, já, þetta er rétt lausn. Þetta er allavega eina af lausnunum. Nú ætla ég að finna hinar ræturnar, hinar lausninar. Og þá segi ég, já, ok, ég er með 4 rætur, þannig að ég veit að það er 90 gráða horn á milli þeirra. Þannig að það er ein leið til að hugsa þetta, ég get sagt, seta 1 er þá 2 sinnum kósinus af pi deilt með 6 pluss pi deilt með 2 pluss y sinnum sínus af pi deilt með 6 pluss pi deilt með 2. Ég bæti við 90 gráðum vegna þess að það eru 4 rætur og þetta er sem sagt 2 pi deilt með 4 eða pi deilt með 2. Það eru 90 gráður á milli rótaröfins að ég veit að lausnin á jöfnunni skipta tvinntöluplaninu upp í jafna hluta 90 gráður á milli. Þannig ég er að bæta við 90 gráðum hérna og lengdin sjáu það svo sama. Og svo getum við reiknað út úr þessu og þá fáum við þetta er mínus 1 pluss rótin af 3y. Og svo getum við gert þetta, pröfum að gera þetta bara fyrir allar ræturnar og segjum seta 2 er þá 2 sinnum kósinus af, já, þetta hér horn var 2 pi þriðju allt í allt. Látum við það standa bara svona. Við segjum pi deilt með 6 og núna ætla ég að bæta við 90 gráðum í viðbót. Ég get gert það svona. Eða ég get bara valið að segja pluss pi. Þannig að það allt í allt. Og svo reikna út í þessu og ég fæ mínus rótin af 3 mínus y. Svo síðasta lausnin. Það er pi sjöttu pluss pi deilt með 2 pluss pi deilt með 2 pluss pi deilt með 2. Bæti við 3 sinnum 90 gráðum. Eða bara pluss sínus pi deilt með 6 pluss 3 pi aðrir. Getur skrifað það svona. Og út úr þessu fæ ég 1 mínus rótin af 3y. Ok, þá eru hérna lausnina mínar 4 á jöfnunni minni komnar. Þetta var einlega til að finna lausnar. Nú veit ég sagði hérna, það eru 90 gráðu horn á milli hérna lausnuna mína. Þá veit ég að önnur leið til að finna lausnina er þegar ég komi með að setja 1 sem er hérna, þá get ég, setja 0, þá get ég sagt setja 1 er þá setja 0 sinnum y. Og þetta get ég gert vegna þess að y, ef ég skrifa hana pólformi, y er þessi hérna tvintala, höfuðstafni fyrir hana er pi deilt með 2 og lengdin fyrir hana er akkurat 1. Þannig að þetta er e í pi deilt með 2y. Og því ég margfaldar saman 2 tvintölur, þá margfaldast hérna lengdina saman og hornin leggjast saman. Þannig að því ég er að margfalda með y hérna, þá er í raun og veru bara eina sem ég er að gera er að leggja pi deilt með 2 við hornið á þessari tölu hérna. Þannig að ég segi seta 0 sinnum y. Sem sagt, rótin af 3 pluss y sinnum y. Y sinnum y verður mínus 1, það var galt fyrst þessar 2, og svo segi ég pluss rótin af 3 sinnum y. Þetta er hérna, þetta er sama lausnin ég fekk hér. Og svo til að finna næstu, þá fæ ég seta 2, eða þá seta 1 sinnum y, ég ætla að snúi 90 gráður í viðbót. Þá segi ég, ok, seta 1 var mínus 1 pluss rótin af 3y, margfalda með y, þá fæ ég y sinnum y verður mínus 1, þannig mínus rótin af 3 og y sinnum mínus 1 er mínus y. Og þá er ég komið næstu rót sem var sér hér, alveg sama lausnin þarna. Það er önnur leið til að finna sömu tölunar. Ok, seta 3, gerum hana líka, seta 2 sinnum y. Ég sé sett með seta 2 sem var þessi, mínus rótin af 3 mínus y, sinnum y. Ég fæ mínus y sinnum y, það er mínus mínus 1, það er 1. Og svo mínus rótin af 3y. Og þetta er akkurat lausnin sem ég fekk hérna. Nú skulum við teikna þetta upp. Við segjum, hvað er ef við setjum eitthvað skala á þetta. Hérna er 1, hér er 2. Maður reynir að hafa skalan á ásvonum sirka jafn stór. Allavega engin stórkostlar munur á hvað 1 er stór hér og 1 stór hérna. Maður reynir að gera þetta nokkurn veginn svona. Svo er ég með mínus 1 pluss rótin af 3. Það er þessi hérna. Þetta er seta 0. Svo er ég með mínus rótin af 3 mínus 1. Cirka hér.
Svo er ég með 1 mínus rótin af 3, hún er hér. Og svo er ég með, fyrir ekki þetta var, þetta var setja, ég byrjaði á að setja 0, ég leiði til hérna nöfnin. Maður sé að rótin af 3 plus i, rótin af 3 plus i, hann er hér, þetta er setja 0, ég leita orta þennan þegar ég var að skoða setja 0. Ok, setja 1 var mínus 1 plus rótin af því, það er hérna. Og skulum sjá hvort ég hitti nokkuð með eina á þetta. Seta 2 var mínus rótin af 3 mínus i. Og seta 3 hérna, 1 mínus rótin af 3. Og séða það hefnaðist nokkuð með eina hjá mér, það er 90 gráða hotn hérna alltaf á milli lausnana. Ef að myndir verður einhvern veginn þannig að það er ekki 90 gráða hotn á millina, þá annarkvort erum við að teikna rétt eða við ekki að teikna rétt eða við reikniðum ekki rétt og þá getur maður að skoða þess að einnig sjá þið, hotnin, lengdin á tvinntölum á alltaf að vera svo sama hérna. Hér var þetta raunásinn og hérna var þverásinn. Þannig að það voru 2 leiðir til að finna rætunar hérna, jafnvel fleiri, en ég sýndi hérna 2 og hvor aðferðin fyrir sér er alveg jafn góð. Hérna skiptir öllu máli að byrja með rétt hotn og byrja með rétta lengd og byrja með réttu hérna fyrstu rótina.